Viska til frelsis, 23. kafli, áföll og þjáningar. Þó svo að lífið sé uppfullt af gleði, sigrum og hamingju, þá fylgja þjáningar og áföll einnig með. Enginn fer í gegnum lífið án ástvinamissis, veikinda, atvinnumissis og eða fjárhagslegs tjóns. Áföllin eru misjöfn og svo virðist sem sumir og sumar fjölskyldur lendi í stöðugum áföllum í gegnum líf sitt á meðan aðrir fara þægilega í gegnum lífið með svo til að gera fáum áföllum. Í sumum lífum siglum við ólgu sjó allt lífið frá upphafi til enda en í öðrum eru við í lygnum sjó allt lífið. Sálirnar sem líkamast hér á jörðinni ganga allar í gegnum svipaða hluti og hver sál fær að upplifa það sem jarðneskt líf hefur upp á að bjóða áður en hún yfirgefið hið jarðneska líf. Stundum virðast verkefnin, áföllin og þjáningarnar óbærileg og óhugsandi að hægt sé að yfirstíga slík áföll, en það er alltaf ljós í enda gangnanna og það birtir alltaf upp síðir. Því meiri sorg sem þú muntu upplifa, þeim mun meiri gleði muntu njóta. Því meiri ótta sem þú upplifir, þeim mun meiri kærleika muntu uppskera. Þú munt ávallt uppskera andstæðu þjáningarinnar og áfallsins. Vertu því hugrakkur og taktu einn dag í einu og gaktu í gegnum dimma dalinn með festu og þolinmæði og þú munt uppskera að lokum og komast upp í hæstu hæðir. Það er aðeins ein leið í hverri þraut og hún er að ganga í gegnum hana og sigrast á henni og að lokum uppskera kærleikan og gleðina. Sá sem bugast undan verkefninu og styttir sér aldur er aðeins að fresta því að takast á við verkefnið og mun því bíða hans í næsta lífi. Þjáningar og áföll minnka jafnt og þétt með hækkandi meðvitund. Þó svo að ekki verði hjá ástvinamissi komist, þá lærir þú að takast á við þá sorg sem því fylgir og lærir að halda lífinu áfram í gleði og hamingju eftir að sorgarferlinu lýkur. Önnur áföll og þjáningar í lífinu minnka að sama skapi og þú lærir að takast á við þau á annan hátt en áður. Lærðu að takast á við verkefnið með jákvæðni og kærleika og þá munu verkefnin verða léttari en áður. Byrði þín mun léttast dag frá degi með breyttu hugarfari. Sá sem er neikvæður og upplifir sig sem fórnarlamb mun lengur að komast út úr áföllunum og þjáningunum en sá sem tekst á við þau af jákvæðni og kærleika. Allt hér á jörðin er tímabundið og öllu líkur að lokum. Þetta á við gleðistundir sem og áföll. Lærðu að fyrirgefa þeim sem gerðu á þinn hlut í lífinu. Lærðu að vinna úr sorginni þegar hún kemur, því þannig muntu komast fljótt og vel í gegnum áföllin á lífsleiðinni. Notaðu þau til að styrkja þig og hjálpa þér áfram veginn í lífinu. Það er aldrei svo að öll sund séu lokuð og það er alltaf leið út úr vandanum. Lærðu að hlusta á innsæið og það mun leiðbeina þér veginn til ljós og kærleika. Það er styrkur að leita sér hjálpar hjá öðrum ef illa stendur á í lífinu, leita til fjölskyldu, ættingja og vina. Vera með fólki sem þú treystir og þér líður vel með og þér finnst gott að tala við. Oft á tíðum verða vandamálin léttbærari við það eitt að segja öðrum frá því. Þegar áföll steðja að, þá er það ríkidæmi að eiga góða fjölskyldu og vini sem hægt er að leita til. Þjáningin og áföllin eru hluti af lífinu og eru til að þroska okkur og styrkja þó svo að þau virðist fjarstæða á meðan á því stendur. Lærðu að vera meðvitaður tilfinningar þínar og líðan og taktu í taumana ef þér líður illa á einhvern hátt. Þitt er verkefnið að stýra og stjórna lífið þínu út úr vandamálinu þegar það birtist. Með hækkandi meðvitund fækkar vandamálunum að sama skapi og þú lærir að takast á við þau á auðveldari hátt en áður. Það sem voru stór vandamál áður verða léttvæg. Að vakna til sjálfsmeðvitundar og andlegs þroska er leiðin út úr þjáningunum, áföllum og vandamálum.
Þú munt að lokum uppskera mikinn kærleika, hamingju og gleði, hvors heldur sem er í leik eða starfi.